Og þá komið að 7. lið á dagskrá, starfsáætlun og stefnuræða nefnda og það bæjarráð og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Stefnuræða bæjarráðs hér í dag í raun tímamótaræða í mörgum skilningi. Hér í dag í fyrsta skipti flutt sérstök stefnuræða frá því að stjórnsýslunefnd var lögð niður og verkefni hennar falin bæjarráði með samþykkt bæjarstjórnar 18. september 2012. Bæjarráð hefur því verið stjórnsýslunefnd bæjarins frá þeim tíma. Þá hér flutt stefnuræða í fyrsta sinn eftir breytingu á heiti sveitafélagsins úr Akureyrarkaupstað í Akureyrarbæ, en það eitt af verkefnum stjórnsýslunefndar eða bæjarráðs að gera tillögur til bæjarstjórnar slíkar breytingar. Það hefur ekki tíðkast að bæjarráð hafi verið með sérstaka stefnuræðu en til hlutverk bæjarráðs eins og það skilgreint í samþykktum, fyrst og fremst fjármálastjórn bæjarins og því má segja að stefnuræða bæjarráðs sé við birtingu fjárhagsáætlunar. Hins vegar hefði verið full ástæða á liðnum árum til að taka stefnuræðu byggð á þeim verkefnum sem falla í dag undir stjórnsýslusvið og mun ég hér í dag líta til þeirra verkefna. En aðeins að söguskýringunni, eða söguskoðun skulum við segja, og söguuppgjörun, bæði fyrir okkur bæjarfulltrúa og eins þá sem eru að fylgjast með þessari útsendingu. Stjórnsýslunefnd átti sér tæplega 10 ára sögu í stjórnsýslu bæjarins sem sérstök nefnd en henni var komið á árinu 2002 og var hlutverk hennar að taka verkefni frá bæjarráði þannig að verkefni bæjarráðs snýrust meira að fjármálum sveitafélagsins beint en í samþykkt stjórnsýslunefndar var kveðið á hlutverk hennar og í þeirri samþykkt sagði með leyfi forseta. Stjórnsýslunefnd gerir tillögu til bæjarstjórnar stefnumörkun á sviði stjórnsýslu Akureyrarbæjar. Hún vinnur að því að stjórnsýsla bæjarfélagsins verði á hverjum tíma sem skilvirkust og hagkvæmust. Hún skal vera stefnumótandi nefnd fyrir stjórnkerfi bæjarins og móta reglur ábyrgðarmörk bæjarfulltrúa og embættismanna. Stjórnsýslunefnd vinnur að því að nýta rafræn upplýsingakerfi og rafræna stjórnsýslu til að stuðla að skilvirkum vinnubröðum og greiða fyrir aðgangi almennings að upplýsingum og stofnunum bæjarins. Hún beitir sér fyrir fræðslu bæjarfulltrúa og starfsmanna ásamt því að stuðla að faglegum stjórnarháttum Akureyrarbæjar. Tilvitnun lýkur. Jafnframt var kveðið á í samþykktunum á sínum tíma að nefndin hefði sérstök verkefni sem sneri að samræmningu regluna og samþykkta stjórnsýslu bæjarins í heild og einstaka nefndir og ráð. Þá var nefndinni falið að hafa yfirumsjón með starfsáætlunum og árangursmælingum stoðdeilda bæjarins sem sneri að þeim verkefnum sem fjársýslu og stjórnsýslusvið annast í dag. Frá því að stjórnsýslunefnd var lögð niður hafa þessi verkefni heyrt undir bæjarráð eins og áður sagði án þess að þau hafi sérstaklega verið tilgreind í samþykktum bæjarráðs enda hefur verið litið svo á að verkefni sem tíunduð eru í eldri samþykktum stjórnsýslunefndar falli undir bæjarráð. Ég tel hins vegar að tímabært sé að endurskoða samþykktir bæjarráðs með tilliti til þeirra verkefna sem í dag falla undir bæjarráð og mun á næsta fundi bæjarráðs, eða í fundi bæjarráðs í næstu viku skulum við segja, komið tillögu þess efnis. En nóg að söguskýringum og að stefnuræðunni. En þó tel ég rétt fyrst að við förum aðeins hver eru verkefni stjórnsýslusviðs. Stjórnsýslusvið var til við stjórnsýslubreytingar sem tóku gildi 1. janúar 2017 með sameiningu 2 deilda, það skrifstofu ráðhús og starfsmannaþjónustu. Auk þess að alþjóðastofa færðist frá samfélags- og mannréttindadeild til sviðsins á sama tíma. Stjórnsýslusvið veitir ýmsa ytri og innri þjónustu sem og stoðþjónustu við önnur svið sveitafélagsins. Sviðið skiptist í 3 deildir, upplýsingu- og þjónustudeild, launadeild og mannauðsdeild. Innan sviðsins sinnt launa- og kjaramálum, mannauðsmálum og þjónustu og upplýsingagjöf til bæjarfulltrúa, ráða og nefnda, bæjarbúa, fyrirtækja, stofnana, stjórnenda og annarra starfsmanna og hefur yfirumsjón með skjalamálum sveitafélagsins. Stjórnsýslusvið leiðandi á sviði umbóta á sviði gæðamála og rafrænnar stjórnsýslu og þjónustu.
Í stefnuræðum hér í bæjarstjórn hefur oft verið rætt hvort sé að ræða stefnuræður eða stöðuskýrslur. Það svo að skoðanir bæjarfulltrúa mótast ofta því hvort þeir tilheyra meiri eða minnihluta. Ég tel hins vegar að erfitt sé að taka stefnuræðu nema horft sé til fortíðar og staðan sé tekið samhliða því sem horft fram á veginn. Ég vil því byrja á því að horfa í baksýnisspegilinn og fjalla stjórnsýslubreytingar sem unnar voru á árinu 2015 til 2016 og tóku gildi 1. janúar 2017. En það eitt viðamesta verkefni sem bæjarráð hefur tekist á við eftir að stjórnsýslunefndin og bæjarráðið runnu saman í eitt. Markmið breytingana var að einfalda stjórnsýslubreytingana 2017 voru að einfalda stjórnskipulag Akureyrarbæjar, auka skilvirkni og efla þjónustu við bæjarbúa. Strax í upphafi vinnunar var tekin ákvörðun að gerð yrði úttekt á innleiðingu stjórnskipulagsbreytingana og var sú úttekt lögð fram á fyrri hluta árs 2018. Eins og við mátti búast við svo viðamikla breytingar voru ekki allir og eitt sáttir hvernig til hefði tekist og var í kjölfarið kallað eftir minnisblaði sem unnið var af verkefnastjóra, núverandi aðstoðarmanni bæjarstjóra. Minnisblaðið var lagt fram í bæjarráði 15. mars síðastliðinn og var bæjarstjóra falið að vinna málið áfram og vænti ég þess að tillögur frekari útfærslur á stjórnsýslubreytingum verði lagðar fram fyrr en seinna. Það verður svo verkefni okkar í bæjarráði að taka þær tillögur áfram og móta og leggja fyrir bæjarstjórn til samþykktar, en þetta klárlega eitt mikilvægasta verkefni sem bæjarráð stendur frammi fyrir þessa dagana. Stöðug þróun á þjónustu sveitarfélagsins mjög mikilvæg til þess að vera samkeppnishæf í nútíma samfélagi. Þróun á skipuriti því eðlilega þróun og tekur líklega seint enda. Þar sem áðurnefndar tillögur ekki framkomnar og liggja ekki fyrir, þá tel ég á þessum tímabúndi viðkvæmt að ræða útfærslur og hugmyndir af frekari breytingum á stjórnsýslu, en þó finnst mér mikilvægt að skoða þá framsetningu á skipuriti að stjórnsýslu og fjármálasvið gangi þvert á skipuritið, en eins og fram kemur í drögum að starfsáætlun stjórnsýslusviðs þá ganga verkefni sem unnið á sviðinu iðulega þvert á önnur svið bæjarins. Þegar drög að starfsáætlun stjórnsýslusviðs fyrir árið 2020 rýnd, rétt að horfa til þeirra verkefna sem í vinnslu í dag. Í mannauðsdeild hefur verið unnið markvisst í rafrænni fræðslu, hópmarkþjálfun stjórnenda, fræðslu og stuðningi við starfsmenn og stjórnendur vegna innleiðingar og starfsmati hjá aðildarfélögum BHM og fleiri félögum, mótun verklags og gerð leiðbeininga vegna mannauðsmála og innleiðingu á vakta- og viðverukerfinu vinnustund sem kom í notkun hjá öllum vinnustöðum sveitarfélagsins, sem stórt skref og mikilvægt bæði fyrir starfsmenn og ekki síður Akureyrarbæ sem vinnuveitenda. Mikill metnaður hefur verið lagður í alla þessa vinnu og það trú mín að við séum í fremstu röð sveitarfélagi í fræðslu til starfsmanna. Á upplýsinga- og þjónustudeild hefur verið unnið ötullega í íbúagáttinni og nú svo komið að meginhluti umsókna forma aðgengilegur á gáttinni, auk annarra forma vegna skila á ýmsum gögnum og upplýsingum til sveitarfélagsins. Nú þegar hægt að skoða álagningu fasteignagjalda í gáttinni og unnið því að birta reikninga vegna þeirra og annarra þjónustu sveitarfélagsins. Frekari þróun á rafrænni þjónustu sveitarfélagsins í bígerð og stefnum við að því að vera í fremstu röð. Öll þessi vinna sem unnin í dag mun spara fjármagn og bæta þjónustu við íbúa. Uppsetning og innleiðing á One Land Robot unnin í samvinnu við skipulagssvið og vel á veg komin, en sú uppsetning mun einfalda alla umsýslu og samskipti vegna byggingaleyfa og byggingaeftirlits sem fara mun fram rafrænt í gegnum íbúagáttana og þannig spara mörgum sporin ásamt því að auka aðgengi að upplýsingum og stöðu mála. Þá unnið að því að klára jafnlaunavottun sem náttúrulega lagaskylda og þeirri vinnu líku fyrir áramót, en þetta ansi viðamikið verkefni. Þá á næstu vikum hafist handa við umfangsmikið skönnunarverkefni, en markmiðið að í framtíðinni verði unnið með öll starfsmannagögn rafrænt sem auðvelda menn til muna öll störf launadeildar. Einnig rétt að nefna mjög áhugavert verkefni sem stjórnsýslusviðið með á starfsáætlun sinni, en þar að ræða tilraunaverkefni sem hefur það markmið að draga úr matasóun í ráðhúsinu. Það verður spennandi að fylgjast með hvernig þetta verkefni kemur til að ganga og hvort við getum þá ekki láta útvíka það frekar innan kerfisins hjá okkur.
Þá má geta þess að verið að setja á stað íbúalýðræðisverkefni sem þróunarverkefni sem unnið í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga og 3 önnur sveitarfélög og fengin ráðgjöf frá Svíum sem hafa mikla reynslu af samráði við íbúa. Þetta verkefni sem Sóley Björk bæjarfulltrúi hefur haft veg á vanda af og mun verkefni okkar koma til með að snúast að rekstri þjónustu strætisvagna bæjarins. Áfram verður haldið með lín aðferðafræðina sem annett hugafóstur, eða ekki hugafóstur, sem hefur tilkomið vegna frumkvæðis Sóley Bjarkar bæjarfulltrúa, en hún hefur þegar verið tekin upp á stjórnsýslusviði og skrifstofu fræðslusviðs og stemt þeirra því að taka næstu skref á samfélags- og fjölskyldusviði og mun vinna fara í gang með fræðslun nú í október. Launadeild hefur verið í fararbroddi á sviðinu varðandi notkun á aðferðafræði lín og sífellt unnið að nýjum úrbótaverkefnum og vinnulag endurskoðað á deildinni. Af öðru verkefnum ársins 2020 og verkefnum sem í vinnslu rétt að nefna að unnið að gerð hönnunarstaðals Akureyrarbæjar og samræmingu á útliti og birtingu efnis á heimasíðum á vegum bæjarins. Áfram verður unnið að því að útvika möguleika í íbúagátt meðal annars með að koma öllum umsóknum sviða sem og stofnana undir gáttina. Unnið verður að uppsetningu og þróun ýmsa nýjunga sem miða að því að auka rafræn samskipti og auka öryggi við meðferð gagna og svona mætti lengi telja. Íbúakort hefur lengi í vinnslu og hefur undirbúningsvinna mest að verið í höndum Akureyrarstofu. Nú liggur fyrir að taka verður ákvörðun framhald verkefnisins en horft þessa dagana til íbúa-apps. Ég hef kallað eftir því að staða verkefnisins verði kynnt fyrir bæjarfulltrúum á næstunni, en mikilvægt að við séum vel upplýst þegar næstu skref eru tekin. Og ekki síður það að allt okkar kerfi tali saman í þessum efnum. Þá ég að tala íbúagátt og þau verkefni sem hafa verið unni á stjórnsýslu sviði á undanförnu, að mikilvægt að þarna séu menn að ganga í takt. Þá hefur bæjarráð samþykkt í liðinni viku að fjölmenningarráðgjöf eða alþjóðastofa muni flytjast frá stjórnsýslusviði til fjölskyldusviðs næstu áramót, en það liður í því að auka við þjónustu við ánægjulega fjölgun fólks af erlendum uppruna í bænum. Hér hef ég talið verkefni sem unnið hefur verið að og verða í vinnslu á næstunni. Óhætt að segja að verkefnin og vinnan tóni vel við stefnu meirihlutas í bæjarstjórn og ég leyfi mér að segja bæjarstjórnar allrar sem að vinna að bættri, faglegri og rafrænni þjónustu við íbúa og starfsfólk. En það fleira á borði bæjarráðs sem rétt að nefna og unnið að þessa dagana. Á vettvangi samtaka sveitarfélaga hér á Norðurlandi unnið að sameiningu Eyþings og atvinnuþróunarfélagana bæði hér í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum. Þetta að mínu mati mikið framfaraspor og mun nýtt sameinað félag verða mun sterkara til að takast á við sameiginleg verkefni sveitarfélaga á svæðinu. Með þessari sameiningu ekki stemt að nýju stjórnsýslustigi, en hið sameinaða félag mun meðal annars gæta hagsmuna okkar í sóknaráætlun landshlutans og sameiginlegum verkefnum í atvinnumálum í víðum skilningi. Það mín skoðun að með því að leiða þessar stoðstofnanir í eitt öflugt félag mun það skapa möguleika á að draga úr og færa til störf innan stjórnsýslunar hjá okkur og koma þannig í veg fyrir tvíverknað. Nú unnið að undirbúningi að breytingum á húsnæði á fyrstu hæð ráðhússins en framkvæmdin muni hefjast síðar á þessu ári. Markmið breytingan að bæta aðkomu gesta sem erindi í ráðhúsið og gera hana meira aðlaðandi ásamt því að bæta vinnuaðstöðu með áherslu á bætta hljóðvist og lýsingu, betri nýtingu á húsnæðinu ásamt því að gera vinnuumhverfið hlýlegra. En það ekki nóg. Fyrir okkur liggur að taka ákvörðun framtíðar húsnæði allra stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leigusamningur Glerárgötu 26 sem hýsir fjölskyldu, búsetu og fræðslusvið rennur út árið 2024 og þörfir á verulegum endurbótum á ráðhúsinu. Sett hefur verið á stað vinna við greiningu á framtíðarþörf stjórnsýslunar og mikilvægt að henni ljúki sem fyrst. Ágætu bæjarfulltrúar, ég vil svo í lokin þakka sviðsstjóra stjórnsýslusviðs henni Höllu Margrétu Tryggvadóttur og starfsfólki hennar ánægilegt samstarf á liðnum árum og sérstaklega vil ég þakka Kristínu Sóleyju Sigursveinsdóttur að forstöðumanni upplýsinga og þjónustudeildar gott samstarf. Ennfremur vil ég þakka bæjarráði fyrir samstarfið á fyrsta ári kjörtímabilsins og hlakkast til að takast á við sameiginleg verkefni okkar á komandi árum
í að gera góðan bæ betri. Ég hlakka svo til umræðuna hér á eftir og ekki síður til þess að flytja stefnuræðu á næsta ári og vonandi verður þetta komið til að vera. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir sérdeilis prýðilega framsögu og þakka sérstaklega fyrir að nefna mín sértæku áhugamál þarna inni og ætlaði svona aðeins að bæta í með það því ég hef eitt svona sértækt áhugamál sem kom ekki fram í ræðu Guðmundar en það er birting gagna með fundargerðum. Og ég teki það að mér að halda utan hvernig gengur með birtingu gagna svona það sem af þessu ári og hef talið saman bara í gegnum fundargerðirnar hvernig það var og það gerði ég nú í fyrsta skipti 7. júní í sumar og upplýsti bæjarráð og við áttum góða umræðu það og jákvæða mikilvægi þess að birta gögn með fundargerðum nefnda. Og í kjölfari þá sendi ég nú svona áskorun á nefndarformenn og starfssviðsstjóra að bæta úr og það gleður mig svo mikið að segja að ég tók þetta saman í dag, í morgun og það hefur orðið gríðarleg bæting og þetta er bara algjörlega stórkostlegt og sérstaklega vildi ég nú hrósa velferðaráði sem að hefur bætt sig 42% stig. Ég ætla nú ekki að fara að telja þetta en augljóst er að við í bæjarráði sem höfðum staðið okkur langbest þegar fyrri talning fór fram og 50% af liðum í fundargerðum okkar innihéldu gögn og en við höfum mætt aukinni samkeppni greinilega og höfum dottið niður 13% stig þannig að við munum halda áfram að hafa þetta í huga og vanda okkur en það er auðvitað það er svona lítið að marka kannski þessa talningu frá 7. júní til 3. september því að þetta er náttúrulega meira og minna sumar og stundum eru störfin aðeins öðruvísi. Það er aðeins verið, þannig að það er alltaf árið sem telur, þannig að ég brýni okkur og allt nefndafólk og þá sem að stýra í stjórnsýslunni að standa sig vel af því að þetta er bara orðið keppnis. Við höfum fengið mjög harða samkeppni frá öðrum nefndum. Og svo ég segi ykkur það. Og svo vildi ég aðeins nefna að straumlínustjórnun eða sem er kölluð lín eða sem er kölluð líka stöðugar umbætur og mér er svo ótrúlega mikilvægt að því þetta hljóma bara eins og eitthvað orð, lín, bara lína þetta og straumlínustjórnun er eitthvað svona pínu bleið líka en mér finnst þetta, þetta orðtak stöðugar umbætur sem að lýsir lín svo svakalega vel að ég vildi bara svona koma með það í pontu svo kannski sem flestir átti sig á því hvað málið snýst og ég bara þakklátt fyrir að það verði haldið áfram með innleiðingun á því verkefni og vona að það verði jafnvel gert með auknum krafti vegna þess að ég held að í raun og veru eigum við bara alltaf öll við sem að berum þessa ábyrgð að starfa inn í stjórnsýslunni hvað sem er sem kjörnir fulltrúar eða stjórnendur og okkar helsta leiðarljós er kannski að fara vel með almannafé og að veita íbúum okkar framúrskarandi þjónustu og þessi hugsun stöðugar umbætur hún er bara svo mikilvæg í þessu störfum. Þannig að ég vil svona bara ítreka það og svo langaði mig að leggja til í leiðinni og einhver er beðinn að skrifa þetta hjá sér að við línum viðtalstíma bæjarfulltrúa og úrvinnslu erinda sem að berast þangað af því að þetta fer allt í gegnum bæjarráð og það þess vegna held ég að þetta eigi heima hjá okkur í bæjarráði og ég get bara sagt ykkur það að ég var í bara morgun að senda póst út af erindi sem að barst einhver tíman í fyrra og við vorum búin að íta eftir því bæði sem að sátum þennan viðtalstíma bæjarfulltrúa og búin að fá þau svör að þetta væri bara rétt að dettin, það er bara alveg að koma og það var í vor. Og þannig að það er bara augljóst að við sem sitjum sem bæjarfulltrúar þessa fundi,
við íbúan okkar, við þurfum að halda mjög vel utan þau mál sem berast inn til okkar og það okkur erfitt af því við höfum ekki góða yfirsýn yfir það. Þannig við línum það bara hið snarasta held ég. Og svo langar við bara að þakka fyrir eitt svona sem hljómar eins og smáatriði, það samt ekki endilega smáatriði, en það þegar í þessari ræðu, þessari ágætu ræðu sem formaður bæjarráðs hélt talaði ánægjulega fjölgun íbúa erlendum uppruna. Svona lítil orð, þau skipta svo miklu máli og mér hlýnaði svo mikið í hjartana, ég var að varða að tala þetta sérstaklega. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir í lokin máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líka byrja á því að þakka formanni bæjarráðs bara fyrir ágætis ræðu og sem innihélt bæði fortíð og framtíð. En það nokkur atriði sem ég vilja aðeins ræða og fara yfir. Ég mjög ánægð að formaður ætla að taka það upp að endurskoða samþykktir bæjarráðs. Ég held að það sé mjög mikilvægt og ég nefnt áður hér sem bæjarfulltrúi og veit að það skoðum fleiri bæjarfulltrúar heldur en mín að skilin á milli tilgangs og hlutverks bæjarstjórnar og bæjarráðs mjög óskýrt. Og stundum ég á því að það eru mál sem eru farin í bæjarráð sem ættu frekar heima í bæjarstjórn og ég líka á því að það eru mál sem farin í bæjarráð sem eiga heima frekar inn í öðrum nefndum. Og við svona aðeins verið að þrýsta á þetta og allan að ég, þeirri nefnd sem ég hef verið að reyna að toga til dæmis mál inn í Akureyrarstofu fara á bæjarráði og það hefur bara held ég tekist. En mér finnst bara mikilvægt að við þetta sé skýrt og við förum yfir það. Annað sem ég langaði að fara yfir það var varðandi rafræna stjórnsýslu. Ég rosalega ánægð við sem farin á stað í það verkefni og ég telur við vera með flotta starfsmenn til að keyra þau verkefni áfram. Mér finnst samt þetta ganga aðeins og hægt í mínum augum og það þá að koma þessu niður kerfið. Því ég held þetta sé við sem ágætismálum á stjórnsýslusviðinu en það inn á öðrum sviðum sem við þurfum að ná betri árangri og ég held að það sé líka í einhverjum tilfellum sem við erum komin með til dæmis umsóknir og í rafrænt formin að gáttina en starfsmenn okkar innan kerfisins ekki að nýta sér það. Þá vita það kannski hugsanlega ekki af því eða bara hafa ekki þekkinguna til þess að nýta sér það. Ég var til dæmis mjög hissa á því þegar ég heyrði frá kennara í einum skóla hér í bæ að hér væri ennþá foreldrar að handskrifa skráningu sína inn í vistun. Vitandi það að það komið skjal þess efnis að þetta eigi að vera hægt að gera rafrænt. Þannig að það eitthvað klikkað í kerfinu hjá okkur. Annað sem ég langaði að tala einmitt íbúagáttina því að það var rætt hér á sínum tíma, ég hef allan að nefnt það hér nokkur sinnum, að ég held að fullt af bæjarbúum bara viti ekki af þessari gátt og sé bara alls ekkert að nýta sér og viti ekki hvað þarna inni. Því var rætt á sínum tíma að við þyrftum að markaðssetja íbúagáttina. Ég var því pínu hissa að það væri ekkert talað það hér í stefnuræðinni því að ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur ef við ætlum að fá ef við ætlum að leggja svona mikla áherslu á rafræna þjónustu að íbúar þá viti af því að hún standi til boða. Þannig að ég myndi kannski alveg bara fá upplýsingar bara hvenær stemt á það og hvernig það verður. Íbúakortið, það verkefni sem ég hef haft mikinn áhuga á og mér þykir bara ofboðslega leiðilegt hvað þetta hefur tekið gríðarlega langan tíma. Og ég sitt nú í Akureyrarstofu og ég verð bara að segja það, ég fyrir vonbrigðum hvað þetta hefur dregist á langinn. Og við sögðum fyrir ári síðan að við ætlum að spýta í lófana en við erum ennþá ekki komin áleiðis. Þannig að
Já, ég veit ekki hvort maður á að vera að fara að örvenda að þetta komist ekkert í gagni fyrir að þetta kjörtímabil verður búið, en ég ætla að vera jákvæð og trúa á og vera bjartsýn að þetta muni gerast, en ég held að þetta verði okkur til góða að koma þessi í gagnið. Já, ég held að þetta sé komið allan í bili. Takk. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir í loki málsinu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin fyrir stefnuræðuna, sem var nú meiri stefnuræða heldur en sögustýring, þrátt fyrir allt. En mér langar aðeins til að bara ítreka það sem ég held sé búin að segja hérna í hverja einustu stefnuræðu sem við höfum haldið, sem við byrjuðum á þessu. Sko í fyrsta lagi þá erum við að tala um það að við viljum innleiða hérna LÍN og stefnu sem byggir á því að fara í umbætur, hugsa umbætur, gera hlutina betur. Við getum ekki gert hlutina betur ef við vitum ekki hvernig við standa. Ef við söfnum ekki gögnum sem sýna okkur stöðuna og segja okkur hvar við erum, þá gerum við ekkert betur nema við höfum tilfinningu fyrir því að hlutinni séu svona eða hinsegin. Mér finnst að vanta dálítið upp á þetta, að við séum með gögn í höndunum til að vinna eftir. Það getur verið gott út af fyrir sig að vera í fremstu röð sveitarfélaga á Íslandi í hinum af þessum málum, en það sem skiptir náttúrulega miklu meira máli hér er að við séum með vissu fyrir því að við séum að standa okkur vel gagnvart íbúunum hér. Og til þess þurfum við þá að gera mælingar, kanna viðhorf, væntingar og það hvernig fólk upplifir nákvæmlega þessa þjónustu. Og ef að bæjarráð sem stjórnsýsluráð eða nefnd hefur yfir umsjón með starfsáætlunum á árangursmælingu stoðdeilda, þá þarf það einhvern veginn að birtast í þessu plaggi og þessari umræðu sem við erum hérna með í gangi. Á hverjum tíma, í hverju ráði. Og þess vegna langar mér bara til að brýna það að þetta sé eitthvað sem við leggjum meiri áherslu á heldur en við gert hingað til. Ég veit að það hefur verið að vinna ákveðna vinnu upp á öldrunarheimilum, það er eitthvað farið að vinna meira inn á fræðslusviði í tengslu við öldrunarheimilin. Þetta eru hluti sem er að birtast inn í starfsáætlunum og eru þar að hluta til en ekki öllu leyti og það skiptir máli að þetta sé ekki of margir mælikvarðar og viðmið sem við erum að vinna með og þess vegna þarf líka að skilgreina það miklu betur hvað við erum að tala, hvað við ætlum að mæla, hvað við ætlum að skoða. Þegar við sjáum niðurstöðurnar, þá getum við fyrir að tala umbætur. Svo langaði mig aðeins bara rétt til þess að spyrja bæjarfulltrúa Guðmund. Þegar hann er að tala að það þurfa að skoða framsetning og skipurit til stjórnsýslu og fjármálasviði gangi þvert á skipurit eins og framkemur í drögum að starfsáætlun. Sko, ég næ ekki alveg upp í hvað er verið að tala. Hver er tilgangurinn með þessu innleggi í stefnuræðina? Er þetta eitthvað sem að við höfum ekki Er þetta eitthvað sem hann vill gera breytingar á og af hverju vill hann gera það breytingar og með fylgja því einhvers konar þá breyting á valdahlutföllum eða ákvörðunum eða hvað er þarna baki? Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég ætla nú aðeins bara að renna yfir það punta sem hafa komið hér fram í ræðum
bæjarfulltrúa og byrja á bæjarfulltrúa Sóleyju að ekki miður ef við erum að dragast aftur í birtingu gagna. Ég held að sé bara því að hinn að gera betur en við reynum að gera okkar besta og höfum alltaf haft að leiðarljósi að birta þau gögn sem við getum byrt með fundargerðum og munum halda því áfram. Ég er líka mjög þakklátur fyrir að fá hjá henni nýyrði eða þýðingu á orðinu lín sem eru stöðugar umbætur. Mér finnst það bara mjög viðeigandi skal ég segja viðeigandi, ekki nafn heldur bara viðeigandi svona hvaðis frasi fyrir þessa aðferðafræði sem er að vinna með. Og spennandi væri nú að lína viðtalstíma bæjarfulltrúa og ég veit ekki alveg, við fáum ekki bara bæjarfulltrúa Sóleyju til þess að leiða þá vinnu. Þetta er sérstakt áhugamál hennar en hins vegar var akkurat sem hún var að minnast á áðan í ræðu sinni, það var viðtalstími, það var verkefni sem við heldum bæði örugglega að það væri komið í einhvern farveg en hefur svona bara týnst í kerfinu og það er akkurat það sem að við bæjarfulltrúar viljum ekki lenda í. Það er það að þegar við erum að taka á móti íbúum hér í bænum og erum að svara þeim og reiknum með að hlutinni séu komin í ákveðin framgang að þá vildi maður kannski geta fylgst með því á einhvern hátt og það akkurat gæti nýst okkur. En það er mikilvægt að sérstaklega þegar búið að gefa fólki væntingar að það séu ekki, þá erum við ekki beint við að gefa væntingar, heldur er viðkomandi búin að fá svör frá því sviði sem að verkefnin hefur vísað til og er búið að gefa henni væntingar að þetta menn ætli sér að fara í þessar breytingu sem að þarna var mjög lítil, ekki flókin breyting sem var að biðja þá finnst manni vont að það skulle ekki vera gert. Sko aðeins það sem að bæjarfulltrúi Eva kom inn á að sem sagt varðandi samþykkt bæjarráðs þetta er vissulega efni sem hefur oft komið upp, það er svona hvað á heima í bæjarstjórn og hvað á heima í bæjarráði og hvað á að fara til bæjarráðs en ekki að fara til annarra nefnda og svo framvegis. Þetta er alltaf eitthvað samspil sem við erum að reyna að finna, við erum að finna þessa hálffínu línu og við viljum alls ekki taka inn í bæjarráð of mikið af verkefnum, við eigum í sumum tilfellum að taka opinbera umræðu hér í bæjarstjórn og við erum að vera duglegri að gera það og við höfum mínum að vera að gera það meira á þessu kjörtímabili. Þannig að ég held að það sé svona eitthvað sem við verðum að reyna að passa og ég skora alla bæjarfulltrúa að pikka í okkur ef að þeim finnst við vera að taka inn í bæjarráð eitthvað sem ætti heima hér í bæjarstjórn. En við reynum að feta þennan veg varlega og svona höfum bæði bæjarstjóra og forstöðumann upplýsinga og þjónustudeildar til þess að aðstoða okkur þegar við erum að undirbúa bæjarráðsfundi og þá sérstaklega það sem að stýra stjórnsýslu að það séu við sem að reyna að gera þetta sem réttast. Bæjarfulltrúi Eva fór inn á íbúagáttuna og sem sagt þá að við séum ekki að markaðssetja hana, að við höfum náttúrulega verið að vinna svolítið í henni og það er búið að vera síðustu mánuði verið unni mikið þrekvirki, það er komið mikið umsóknum og það var eitt af því sem var gert á þessu ári líka að það settu öll svið sér svona kynningaráætlun og við núna nýverið réðum nýjan upplýsingafulltrúa sem hefur komið mjög sterkur inn með alls konar verkefni og það er akkurat hans hlutverk að vinna í þessu og ég reikna með því að við fljótlega verði íbúagáttinni gerð betri skil og kynnt betur fyrir bæjarbúum. En þannig er náttúrulega klálega vettvangur fyrir bæjarbúa til þess að spara sér og okkur vinnu í framtíð. Vissulega er það rétt að íbúa, skal ég segja ykkur, kortið hefur gengið hægt, búið að taka langa tíma. Þetta hefur náttúrulega verið á verksviði Akureyrarstofu, þar sem bæjarfulltrúi Eva hefur settið inni og það er alveg rétt að við svona pínlítið, maður hefði verið að sjá þetta ganga hraðar fyrir sig og ég held að sé allir sem hafa verið bæði í bæjarstjórn núna á þessu kjörtímabili og fyrra kjörtímabili hefði viljað sjá hraðari framvindu í þessu. Við erum núna, það er verið að leggja fyrir okkur núna í þessu mánuði svona niðurstöður og það verður kynnt fyrir okkur bæjarfulltrúum eins og ég kom fram í málu mínu hér á áðan og þá þurfum við í rauninni að taka ákvörðun hvaða skref við viljum taka og þurfum þá að taka tillit til þessi fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Varðandi það sem að Gunnar talaði að það væri, hann talaði það og hefur alltaf oft minnst á það er alveg rétt
hann talar það að það þurfi að vera til upplýsingar og safna gögnum. Þannig svo gott að á upplýsingasviði eða stjórnsýslusviði þá vorum ýmsar talnastaðrindi til og núna ég held að við með þess að fengið kynningu á því nýverið í bæjaráði. Ég var minnst búin að sjá það hvernig svona þróunin á notkun á íbúðagáttin hefur verið og það geysilega mikil aukning fólks en verður vonandi mun meira þegar að framleiða stundir og betri kynning kemur. Við erum líka varðandi í það sem að bæjarfulltrúi Gunnar talaði hvernig þetta sneri gagnvart bæjarbúum og við varum í rauninni að svona kanna hug bæjarbúa til ýmsa þjónustu. Þá má ég geta þess að við erum með í fjárhagsáætlun könnun, í Gallup-könnun sem við gerðum á síðasta ári og ætlum að gera aftur. Þannig að við sjáum þá þróun sem að verða á viðhorfi bæjarbúa gagnvart þeirri þjónustu sem við erum að veita. Varðandi skipuriti sem bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, þá var þetta náttúrulega bara mín hugmynd og ég kannski að sleppa þessu í ræðinni, ég varaði við, en ég fannst nú bara kannski alltaf að setja þetta svona fram með þetta. Þetta víða sem að sér þetta, stjórnsýslusvið og fjársýslusvið svona stoðsvið, það breytir ekki valdahlutföllum, ég held að sé bara verkskiptingi sé skýrari. Það rosalega mikið og sérstaklega á stjórnsýslusviði eru fullt af verkefni sem að sviðið að vinna sem að nær þvert á öll önnur svið og það skýrir bara betur hvernig hlutinir vinna og ég til að mynda varðandi fjársýslusviðið að þá vil ég kalla eftir því að fjársýslusviðið beri meiri ábyrgð á að kalla eftir fjárhagslegum upplýsingum frá sviðunum öðrum og við eigum kannski og við ræddum það nú bara í síðustu viku ef man rétt í okkar hópi eða bara á mánudaginn að það væri kannski sniðugt hjá okkur að kalla og vera duglegri að svona kalla eftir þegar við sjáum einstakar hluti sem mann betur mætti fara að kalla það bara fram og fá þá formann og sviðsstjóra til þess að koma inn oftar til okkar til þess að fara yfir talnaupplýsingar þannig að við séum ekki að tala um þetta bara á meirihlutafundum sem slíkt heldur séum við líka þá taka umræðan í bæjaráði þess að það er bæjaráð allt sem ber ábyrgð á fjármálastjórn bæjarins. Þannig að það var nú svona það sem að ég sá fyrir mér í þessu myndrætti fjárframsetningu en ég ætla samt ekki að fara að taka fram fyrir hendurnar á ágætu bæjarstjóri okkar sem kemur væntanlega með tillögur hvernig hún sjá þetta fyrir sér en þetta var svona bara hugleiðing frá mér. Svo það sé nú sagt. Ég held ég hef nú svona náða skauta yfir það sem menn hafa talað fram til þessa en ef ekki þá hóið bara í mig. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Ef ekki fleiri kveðja sér hljós þá segjum við þessari umræðu lokið. Og þökkum formanni fyrir sitt framlag og hérna og sína tímamótaræðu, svo ég komið þínu að.